Kæru útskriftarnemar, til hamingju með áfangan. Lagadeild Háskólans á Bifröst tók fyrst á móti nemendum haustið 2001 og síðan eru liðin 25 ár sem býsna drjúgur tími á mælikvarða háskólastarfs á Íslandi. Staða deildarinnar, hún hefur sjaldan verið sterkari heldur en akkurat núna. Nemendafjöldinn á liðnu vetri taldi á 300 nemendur og fast akademískt starfsfólk deildarinnar fyllir nú 5 stöðugildi. En þrátt fyrir að starf lagadeildar Háskólans á Bifröst standi nú í blóma verður ekki hjá því horft að starf háskóla almennt stendur frammi fyrir áskorunum eins og rektor kom inn á í ræðu sinni. Kennarar lagadeildar hafa eins og aðrir háskólakennarar í heiminum orðið áþreifanlega varið við framfarir í þróun gervigreindar sem nemendur hafa líkt og kennararnir sjálfir tekið í þjónustu sína. Og svo tilvista spurning sem við stöndum frammi fyrir en hvaða tilgangur sé í háskólamenntun þegar vélarnar geta orðið svarað öllum spurningum á augabragði og unnið flest störf sem tekur mörg ár að nema í háskólum. Og við einfaldlega stöndum frammi fyrir spurningu hvort að það þurfi nokkuð háskólagráð til þess að vinna störf framtíðarinnar. Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og það má vel vera að mörg störf sem unnin eru af háskólamenntuðum í dag verði unnin af vélum á morgun. En í heimi vélanna að þá verður hið mannlega verðmætt og ég tel að við eigum að líta á háskólamenntun sem verkfæri til þess að láta manneskjuna blómstra. Við eigum ekki að líta á manneskjuna einungis sem tannhjól í auknum hagvexti eða sem verkfæri í störfum fyrirtækja í markaðskerfinu. Hið mannlega markmið í sjálfu sér og háskólamenntun og verður áfram leið til þess að leysa úr læðingi manneskjuna sem að býr innra með okkur. Aftur, til hamingju með áfangan, kæru útskriftarnemar.